Góða kvöldið. Í kvöld síðasta umferð úrvalsdeildarinnar í Bridge, Grand Final, og það mætast Info Capital og Grant Thornton. Ég ætla nú ekki að vera einn með ykkur í kvöld, ég með gest hérna með mér sem ætla að hjálpa mér að lýsa leiknum, Ómar Olgeirsson, blessaður. Blessaður. Gaman að fá þig, sko, ég hef alltaf verið með Gabriel hérna. Já, nákvæmlega, ég hef búin að vera 3 áður. Nei, Gabriel bara komin í jólastúsi og hann hann náttúrulega besti klippari landsins. Það jólaklippingan. Já, hann bara að klippa bara til held í 10 á kvöldi núna bara fram á jólum, sko. Já, það ekki. Já, ég segjum það. Ég þarf að komast í svoleiðis hjá hann. Hvernig líst þér á þetta í kvöld? Þetta bara úrslita leikur. Já, Lokin. Þetta bara aðal leikurinn, sko, í mótinu. Bestu sveitir landsins. Já. Ekki? 2 bestu. Eru búin að fikra sig í gegnum sigrast á hverju þraut hérna. Já. Svona síðustu ár hafa þessar sveitir svona sérstaklega Info en líka svona smá Grant, svona dominera Bridge á Íslandi, það ekki, má ekki segja það. Jú, þessar sveitir hafa verið svona alltaf í efstu sveitunum. Þú varst nú einu sinni í Grant sveitinni. Jú, ég var með þér í Grant hérna. Já. Þegar vorum á miklu rönni. Algjörlega. Núna svona, hann aðeins meiri brekka hjá Grant núna undanfarið. Konur í aðra deildina í Bridge. Já, og svona. Ekki vel í fyrstu deildinni. Það bara martraður út í 1. Þannig að þeir vilja spila hérna í annari deildinni vendarlega eftir rúma viku, eða ekki? Er það ekki? Jú, hún bara eftir viku. Það bara eftir rúma viku. Já. Þannig að við hvetjum fólk að skrá sig, þeir sem ekki búin að því nú þegar. Það bara hver að vera síðastur held ég, sko. Móta að reyna að komast upp í fyrstu deildina. Einmitt. Geta fengið að lumbra á mér þar. Reyna að ná að koma Grant þarna. Já, koma Grant og halda Grant í annari deild. Já. En þetta svona, þetta er 14 spilaleikur sem að fara í og nú bara að vinna. Bara einn impi, það er bara nóg. Það hefur dugað hingað til, sko, jafnvel einn impi eða vinna á síðasta spilinu eða næst síðasta, sko. Við höfum séð hérna dramatík hérna í síðustu undanúrslitunum. Sveitirnar eru alveg gríðarlega sterkar. Sérstaklega Info-sveitin, það er bara landsliði, sko. Já, þeir stilla upp sínu sterkasta liði núna. Já. Og sko hér á Íslandi eru við með svona, má segja svona 4-5 pör sem eru með í svona landsliðsklassa og þarna eru 2 af þeim. Þetta ekki sammála því? Jú. Og þeir gerðu það nú gott hérna með þér og Bessa í Köpen. Í Köpen hérna fyrir stuttu síðan. Og það var næstu settir í fangilsi, ég og Bessi maður. Það var rosa. Já. Þið voru ekki með passan eitthvað eða? Það var eitthvað neðalegt. Við vorum ekki á hótelinu og það voru verði fyrir utan hótelið. Já, svoleiðis. Og við gátum eiginlega ekkert sýnt fram á að við værum að fara hérna inn í þetta hótel að spila Bridge, sko. Þannig að Bessi tók bara upp kerfiskortið og sýndi þeim það. Það var kerfiskortið dugði. Það var svo flott kerfiskortið á Bessa, sko. Það bara beint inn, sko. Þannig að það reddaðist. Það eru svona fyrir Info er það Matthías Þorvaldsson og Bjarni Einarsson. Já, margreyndir landsliðsmenn, margfaldir Íslandsmeistarar. Og það er bara mjög samspilaðir og þéttir. Og hér á kantinum, þá fáum við bara alþingismanninn og heimsmeistarann. Það er Birkir Jónsson og Aðalsteinn Jörgensen. Svakalegt. Búin að spila saman lengi og hérna með allt á hreinu. Allt á hreinu, sko. Hvernig á Grant að vinna þennan leik? Þú ert nú í Grantsveitina, en ertu svona búin að setja eitthvað spá fyrir leikinn? Ég myndi segja að þetta væri svona 70-30 leikur fyrir Info. En þessi 30% þau gerast og það gerist í kvöld. Það gerist í kvöld, já. Það verður eitthvað svakalegt síðasta spil. Og hverju spila þá fyrir Grant? Sko fyrir Grant spila Stefán Stefánsson, besti smiður landsins, og Helgi Sigurðsson, sem er nú komið svona bara sestur í Helgan Stein. Já. Helgi var krabbameinslæknir. Já. Og hinum megin eru nú málarinn rosalegi frá Húsavík, Guðmundur Halldórsson. Hann er ekkert smáraði spilari. Akkurat. Frá Húsavík, það kemur bara allt gott þaðan, eða ekki? Allt gott frá Húsavík. Það kemur allt gott frá Húsavík. Jú. Það segja þeir og Gunnar Björn Helgansson, hann er nú kannski svona nýjast í þessu. Já, þeir eru nú búin að standa sig vel í vetur. Já, heldur betur maður. Þetta verður mjög gaman. Já, getur farið að ýmsa vegu, sko. Já, ég ætla að fá að giska núna fyrst á undan. Já. Ég ætla að segja að Grant verður hérna 5 impum undir, þegar 1 spil eftir. Og svo taka í gameswing í síðasta og vinna með 4 eða 5 eitthvað svo leiðis. Já, það er ekkert annað. Ég vil ekki segja bara 38-33. Já, ég ætla að spá að Info og þeir verður svona
mallin jæmt og þétt og hérna, sjálfsögðu tekur þið favorite, sko. þetta fer svona 30 18, eitthvað 30-18, já. Það er... Ef ég væri ekki bæja, þá myndi ég nú kannski giska á það, sko, en ég verð nú eiginlega, þú veist, þetta er bara mín sveit, sko. Er þið bara ballið byrjað, maður? Ballið byrjað. Það er aðsett sem að hefja leikinn í norður. Hann opnar á einu spaða, 1 grandamóti og 2 lauf. Einhvers konar norð. Og 2 hjörtu. Já, þeir eru alltaf með precision, þannig að þetta er svona ekki að... Já, þegar Aðalsteinn opnar á einu spaða, þá neytar hann 16 punktum. Þetta er svona 10 til 15 punktar. Já. Og 5 litur. Hann var nú ekki nema 12 punkta hana. Já. Þetta er þá líklega bara lauf eða mjög góð hendi. Þessu skipti með hámarki. Nú þarna á hann bara laufið og hefur ekkert verið með þessa bæta. Spila 2 hjörtu. Nú velur Stefán að spila út tíul drottningu. Frekar laufdrottningu. Já. Það er ómeldaður litur. Hvernig er þinn stíl svona í þessu? Jú, þetta er náttúrulega einn ómeldaður litur en sko þannig séð. Já. Lauf var ekki örugt að það væri lauf. Nei. Ég það ekki. Vissi ekki alveg það. En hann lítur út fyrir að standi þetta köðulega það ekki. Hann á 5 á hjarta, 2 á lauf og 1 á spaða beint, sko. Það er spurning hvort hann er ekki yfirslag hérna laufileikur hérna 4-2, hann er ekki nær nú að fría neitt þar. Sko, ef hann hefði tekið ás kongi hjarta bara. Já, farið bara beint í spaðan. Og dúkka spaðan, hann hefði ekki komið með. Já, þá hefur hann... Yfirslag? Jú. En núna getur komið laufsvis. Sem kom ekki, þannig að nú er hann að fá yfirslag. Já, nú hefur hann tempo í dúkka bara spaða og trompa spaðan og hann kemur 3-3. Spilið er búið. Það er í neitt vandamál í þessu leik. Þannig að við erum að byrja leikið með því að Info er að taka 1 stigs fórustu. Þeir eru að fara að fá yfirslag hér. Já. Gefur bara 1 spaði viðbót. Það er 9 slagi. Já, þú hissa að Helgi skulle ekki hafa ráðist á árið 3 spaða, ráðast á laufin komuna, sko. Já, þarna komum við kannski líka bara útspilinu að hérna það var ekki kannski mikið að sækja í þessum tíkli, eventulega. Nei. Þetta var svona smá slafrikt að gefa hennan slag. En þetta er nú bara 1 nippi. Já. Þetta byrja bara mjög hröð spilamennska, svona. Það var þetta nú ekki flókið spila svo sem. Og ekki meldingum heldur, sammála sagnirnar. Já. Það er nú ekki alltaf sami samningur. Nei. Þegar maður var ungur þá hefði maður kannski stokkið í 3 hjörtu við 1 spaða, gefið áskorum með svona góðan lit. Já, en svona, núna... Vill kannski fá fitt á móti. Já, þetta var nú ekki það góð spil. Nei. Já, nú opnar Suður væntanlega á tíkli. Og þeir eru aðeins búin að breyta þessu, sko. Þetta var 10-12 hjá þeim áður fyrr, ef þetta var jöfnskipting. Nú er þetta 11-13. Já. Að þeir eru færðir að spila 14-16 punkta grand. Það er ekki rétt um mér. Ég hugsa það, þannig að það sýnir hann 11-13. Já. Og þetta game er svona í meira má segja, sko, hann þarf hjarta á sér réttan og trompið 3-2. Já, hann á 13 punta móti opnun. Vissulega gæti hann alltaf lágmark 11 en hann á puntana í réttur litunum. Já, góða liti, sko. Tístir í laufi, það er ekkert að reyna. Nei, þú ert ekki að... Þá hann sé að opna létt, sko, þá keyrir hann bara á þetta. Já, hættunni líka. Já. Og við sjáum það að trompið liggur
3 í vestur og 2 í austur og Hjartársinn fyrir framan kónginn, þannig að vörnin getur ekkert gert. Getur ekkert gert, það 2 lauf, 1 hjarta og það svona hann að henda þarna í tígulinn. Einmitt, hann með sko niðurkast í tígulinn. Ef Hjartársinn hefði ekki legið, þá þetta bara beint niður. Beint niður, sko. Ég eru búin að sjá svona smá stílinn greinilega hjá þeim félögum Helga og Stebba. Þeir eru svona að spila út frá langlitum, mikið. Já. Það eru margir skólar í þessu, sko. Ég er til dæmis ekki alveg þarna. Ég hugsi ég hefði spilað út laufgosa, en sko... Annað hvað það er trompi, sko. Eða hugsalega trompi líka, það er oft gott í svona spilum. Sérstaklega þú ert með svona lit eins og áskosa nýju. Seifa laufið með svona lit. Áskosi annar, það væri neyðarlegt að væri sko ástíja heima og drottningin í borði eða eitthvað. Já. Þetta er hættulegt útspil, sko. Móti kemur, sko, þetta er game sem er meldað án þess að gefa áskorun og þú horfur á trompi brotnar ekki illa. Já. Þá er stundum kannski að spila aggressíft út. Þetta eru svo margir skólar, sko, hvað mönnum finnst þetta. En ég myndi lifa við öll þessi 3 útspil. Spaði, tígull, lauf. Ég myndi aldrei spila Hjartótt, held ég. Nei. Ég verð ekki litið með áskosa, sko. Áskosa 9, sko. Þetta getur verið svo sterkt í vörn, sko. Þetta er svo sem í playi ekkert voðalega spennandi. Hann bara afblokkar tígullinn, tekur trompið og spila. Kannski í sögnunum mjög líklega þetta jafnist út eða hugsanlega reynaði 3 grönd. Já. Og það gengur líka. Já. Það er engin vörn til í því. Þú átt 8 beint og svo farið alltaf hjartaslag. Eða laufslag, eða farið það. Þannig að þetta ætti nú svona sirka falla þetta spil. Það reyndar ekki með laufgosa út eða spilaði þá hendina. Ef við kannski að sjá, eða væri möguleiki að fá að sjá hittborði, hvað er að gera þar? Þetta er ekki spennandi hér. Nei. Ekki nema að gera þau mistök að henda 2 hjörtum úr borði. Já. Það eru líka í sama samning. Í sama samning, þá ekki. Þannig að þetta byrjar svona rólega, þessi leikur. Það er nú stundum fæst fjör í svona seinni hlutan á þessum leikjum. En nú sjáum við að spilið loki hér, sko, því nú tekur hann bara áskos í tígli, spaðadrottningu inn á spaðakóng. Já, hendir 2 hjörtum, laut drottningin og hann slagur, sko. Já. Þannig stendur þetta slétt, já. Já. Þetta fellur. Það var ekki einn von hann á yfirslag. Nú þurfti Guðmundur ekki, sko, Gunnar Björn þurfti ekki Hjartársinn réttan lengur. Ekki lengur. Það komið slá á lög. Og hann að vona að Hjartársinn, heldur sko, hann hefði þá dettur hann í lukkupottin, sko, þeir hafi ekki fundið vörnina, en það var nú ekki þannig. Já, og fjall þetta spil bara. Þegar við segjum fallið, þá þýðir það bara að var sama á báðum borðum og ekkert skor, 0 par. Þarna spilaðist það í söður, þannig að það var annað útspil og aðeins annað tempo í vörninni. Alveg átt að koma með Laufásinn út. Já, Bjarni kom inn á þessu spil. Já. Við erum ábyggilega til að sjá það að hann er ekkert mjög hræddur við sagboxi, hann Bjarni Hólmar. Nei, hann er utan hættu. Hann átti áskóng 9-8-50. Já, ekki mikið til hliðar. Nei, þetta er svona ekki svona sem við myndum segja kannski typikal inn að koma á öðru þrepi, en hætturnar skipta máli. Já. Veltamakkar byrjið þarna, Laufey lofa ekki nema tvíspili. Einmitt.
Þá það bara... Þeir eru búin að báðum borðunum. Já, þeir eru búin að báðum borðunum. Það var að sjá næsta spil hljóðlega. Já, fara aftur yfir á heimsbyttarann, Aðalstein og hitt borðið. Við erum eftir að skipta svona á milli. Við vorum að koma báðið frá Madeira. Hvernig var ferðin þar? Já, þetta var gott að komast í sólina og spila smá breyt svona. Þetta var nú ekki mikið spilamennsk á dag nema einu degi, langur dagur. Gríðalegt vesen þegar play fór á hausinn. Já, og það þurfti allir að finna sér ný flug og svona. Og svo bættist svona auka á það að það kom þarna veður, þegar allir voru að fara. Skemmtilegt veður. Já, þú lendir í því? Nei, ég fór daginn áður. Já. Það var einhver sem lendi í þessu að það þurfti að bíða í sólarhring. Já, mann bíður bara í Keflavík. Já. En það gekk nú eins og vel hjá þér? Svona, það gekk upp og niður en við áttum eitt gott mót, já. Já, það voru 3. sett í 2 mínútum. Já. Það bara mjög flott af 370 pörum eða nála 10. Já, 372 pör. 372. Það var nú gaman að við fengjum það á Brittshátíð í janúar, 372 pör. Já, vá. Þá þurftu ábyggilega að byggja aðra hörpu, heldur það ekki? Við þurfum að fara að spila loftleiðin þá líka aftur. Já, það er bæði. Einmitt. Það er rosalegt. En það er kannski framtíðin. Matti þarf að skoða þetta, sko. Já, kannski eftir svona 10 ár verðum við komin hérna í þessa tölu, sko. Það er ekki. Já. Allir þeir sé í closet-pásu þannig? Allir að mæta bara og í sér mót okkar. Það er í lok janúar. Já, það er alltaf í lok janúar, Brittshátíðin. Það er nú okkar aðalmót, myndur ekki segja það? Jú, algjörlega og mjög mikið stórum nöfnum að erlendis frá að koma. Já, og þeir tala, svona þegar maður verið að keppa erlendis, þeir tala rosalega vel þetta mót okkar. Já. Segir þetta sé alveg frábært mót. Og svona mikið keppni í þessu, þetta er náttúrulega mikið spilamennska og það er náttúrulega margir vilja það. Þetta er svakar, þetta er 7 dagar fyrir okkur suma og 4 fyrir aðra. Það er þetta mót á undan, gríðarlega sterkt mót. Já, World Bridge Tour. World Bridge Tour. Það er 3. skipti núna haldið á Íslandi, eða ekki? Já, ég held að séu komnar alveg 4 íslenska sveitir og kannski fáum við 1-2 viðbót, maður veit aldrei. Já. Þetta er svona. Það er einhver rosa bíð hérna. Það er einhverju tækniöruleikar. Nei, sko. Og mikið 3. spilið. Já. Það er Söður sem að opna, Birkir. Já, þetta virkar nú bara einhver 4 hjörtu. Já. Getum fengið hérna. Það opnar á endalega Tigli. Þeir eru þá með 13-15. 14-16. Já. Það er bara 13 púnta. En sko, þú verður að læra hvernig þú telur punktana. Það er 9, 8 og... á Siglufirði, sko. Voru eins og með 13-15. Þeir eru ekki með það lengur, heldur. 10-9 hérna 4. Tigli, bara 1 punktur, sko. Já. 2 fjórlitir og 5 kontról, sko. Ef ásinn er 2 kontról. Já, engin gósi. Það er jákvætt. Það er jákvætt. Já, þeir renna sér bara í 4 hjörtu. Já. Allt eftir bókinu nema kannski að tegja sig í 1 grand, en eins og þú segir, þá fallið hendi. Er hægt að bana 6 hjörtum í spilinu? Hjarta liggur 3-2, spaðin liggur 3-3. Það liggur allt rosalega. Og svo þarftu bara að trompa einhverja tígla. Ef að Suður að spila þetta og það kemur eitthvað lauf en að ráðast á sjá hvað Stefán er fljótur að þessu. Það er bara blindur, bang, lauf. Útspil og sviss. Þarna sko svona á sem sagt makker eftir útspil og það er einspil í borðið, þá ætti nú að vera að gefa ykkur hliðaköll. Já, hann setti lægsta tígulinn. Ok, núna ef þú værir í 6, þá gætur þú trompa tígul, ekki? Tekið hjarta ás, heim á hjarta, trompa tígul. Eins og spaðin verða. Tekið spað ás. Koma 3-3, sko. Tekið trompið og trompa spað. Og þinn kom alveg kong.
Sem sagt núna leiðin í 6, það bara trompa tígul. Svo tekur bara hjarta og svo heim á hjarta. Hann fer bara beint í spaðan. Já, hann náttúrulega bara í 4. Hann í 4. Já. En segjum til dæmis að Aðalsteinn hafi teikt sig í 4 tígla við 2 hjörtum. Já. Og hann erfitt til í Birki að stoppa þá hann sé með 13 punkta, hann með 4 hundi tígli. Enga punkti tígli. Það sem rosalega jákvætt á móti Splinter. Já. Splinter svona sagnir sem sína stuttliti. Hann hefði tekið vel í það. Já, þannig að það var svo sem hægt að slysast í þetta. Já. Og þetta stendur bara, liggur svo rosalega vel spilið. Hjarta 3-2 og spaðin 4-3. Já, en þú átt bara 11 slagi, sko. Þú ert að fá, sko, 6 á tromp. Það verður að trompa 2 tígla. Það verður að trompa 2 tígla, sko. Já. Þannig að, sko, ef þú tekur tromp í 3, sko, þá færðu bara 5 slá tromp og 4 á spaða og áskongi laufi. Það er bara 11, sko. Það þurfti að byrja að trompa tígul. Já. Svo heim og trompa aftur. Þetta var ekki leiðin, sko maður sjá, ef hann fer heim á tromp, ef hann trompa núna spaða, trompa tíu, nei, hann getur ekki gert þetta lengur. Þannig að hann kemur sannlega til með að enda með hvað? 11 slagi hér? 11 samt. Já. Þannig að skulum segja það að þetta bara endar í 4 hjörtum með 1 yfirslag. Skoða hvað er að gera. Hvort þeir reyna eitthvað meira á hinu borðinu. Já, ekki að skella okkur á hittborðið. Það er sami samningu þar. Það er sami samningur. Ok. Byrjar eins. Nú getur hann trompað. Já, nema það kemur meiri tígull hana. Ekki svissaði lauf. Nei. Gera nú ekki erfiðara fyrir, sko. Og nú getur hann trompa tígul, tekið trompi og árest. Já. Það munaði þessu einu tempo að trompa strax tígul. Heldur undir áfram með tígul hana. Það er sama, hann gat alltaf gert þetta sjálfur. Þannig að það er ekki mikið að impum í þessum fyrstu spilum. Nei. Þetta að verið svona freka rólispil, svona ekki mikill séns á að þetta er nú svona eins og þetta spil, sko, þó að slemma standi, þá er það náttúrulega hroðalega vondur samningur. Já, spaðin. Spaðin verður að 3-3 sem er nú ekki mikið, ekki líklegt. Rétt metið að... Já, og líka engin styrkur, sko. Nei. Ef hann hefði átt aðeins betri spaða þarna í norður, þá var það svona aðeins reynt. Ef við horfum aðeins á sagtinnar, getur það komið svona spánst fyrir sjónir. Að norður, Guðmundur, hann meldar hérna 1 hjarta. Þetta eru svona við köllum yfirfærslur. Já, þeir eru með yfirfærslur. Já. Opnun einu laufi. Já, hann er að segja að spaða lit. Já. Og það sem menn eru að gera með þessu, það er svona ýmislegt. Menn eru ofta að reyna að búa til svona auka hring í sögnum. Og getur jafnvel stoppað einu spaði ef út í það er farið. Út í það er farið, sko. Lítið á móti. Já, það er einn kosturinn. Ef þú ert að svara bara á 6-7 punkta og 5 spaða og makkið sér 1 spaða, þá getur bara að passa, sko. Og veistu stundum strax hvort á 2 eða 3 á móti. Einmitt. Eða hérna... Það er margir kosti við að spila þessar yfirfærslur. Kemur spaðanum líka oftar en ekki í hendi opnaran sem er ekkit endilega, það getur verið kostur. Já. En þeir tóku báðir bara 11 slagi, þannig að þetta bara væntanlega féll. Og... Já, það er fallið 11 slagum. Já, taka 1 spil á þessu borði. Já. Skiptum þessu svona milli. Fína hendi þarna að opna. Alveg gullfallega 18 punkta.
Það notnar á laufi. Þeir eru ekki með yfirfærslur eða það eftir þreitt laufi eða eru þið með eðlilegt framhald? Það eru með yfirfærslur. Eru þið með yfirfærslur, já. Já. Þetta bara neitar hálit þarna. Já, eitt spaði bara neitar hálit. Og þá segir Bjarni vantilega 2 hjörtu. Nú spurning hvað það, já, þarna hefði sko eitthvað kannski sagt, hann á spaðan, hann á strotningu 7, Já, en það er, dobbl hjá þeim hefði vantarlega þýtt bara betri spil en þetta og ég jafnvel úttekt á lauf. skil ekki hvernig hægt að passa á þessu suðurspil. Næ, kannski, Það er, það virkar bara svona normal 2 spaðasögn. já, Hérna er líka hægt að spila ýmist kerfi sko, af því að já, Lau- sem spilaði mitt að þú meldir sama og hefur komið inn á 1 grand. Já. Það er vinsælt. við spilum hérna til dæmis að 2 tíklar er 1,5 litur 1,5 litur. og 13 punktar eða meira og þannig að 2 hjört og 2 spaðar er bara sá litur og undir 13. Já, það er þetta spilað þannig. Það er vegna þess sko að þegar andstæðan opnar á laufi og svarar á spaða sem neitar hjart og spaða. Þá vilt þú ekkert að fara að koma inn á laufi með tíklum sko. Nei, og 2 lauf væru hálitir. Þessi leið að segja 2 grönd og svo 3 grönd. Þetta getur hljómað eitthvað skringilega. En þetta sem við köllum Lebensol. Já. Og hann er eiginlega bara að segja sko að hann á styrk í game en hann hefur engan áhuga á slemmu. Ekki með við einmitt fyrir sagnir og hann, Já. ef hann ætti algjört hámark kannski og gott fitt, þá myndi hann byrja á okkur öðru. Það var bara satt kannski 3 lauf, en þetta fitt eða 3 Já. hjörtu. En segjum hann eigi kannski 12 punkta, sömu skiptingu, Já. þá hefur hann getað stokkið í 3 grönd og sagt sko ég á alveg vel fyrir sig og þú átt eitthvað rosalega gott markið máttu halda áfram. Akkurat. Þannig að hann byrjar með 2 gröndum til þess að stoppa sagnir af. Hann náttúrulega er bara með einhverja gosa hérna og hann er ekki með góð Það slemmuspil. er engan áhuga á meiru. Nei, engan sko. Sko, hann á 5, hann á 9 slagi beint. Enda hann ekki bara með þá? Já, fær þennan slag og svo bara 8. Já, Veistu? en sko það er smá trikk í þessu sjáðu. Þegar hann er að taka slagina, þá þarf Gunnar Björn að henda 10 kongnum í 10 lásin. Já, Af því að þegar 5 lauf er að tekin og 2 hjörtu, þá á hann Og- bara 10 og spað eftir. þá getur hann hent honum inn á Já, kókinn og og spila upp í spaðan. Já, þannig að Ég sko, hugsa að við getum þess að sjá hérna smá tilþrifi í restina. nú þarf Gunnar að sína smá takta, svona sjónvastakta. Já, Henda, sem sagt, þegar sagnar er að fara að taka 9. slaginn sinn, hann er komið með 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já, þá þarf hann að henda tvisvarsinnum í þetta. ok. Enn og aftur held ég að við spáum sama samningi á hinum borðinu. Það er svona, Já, virkaði svona normal Já, samningur. Það var ekki neinum vonaði að fara sér að voða í þessu í östu vestur. nei, ég get ekki ímyndað með það. Nei, Þeir eru ekkert fitt, sko, ekkert átt að spila fitt. það átti ekkert fitt. Þeir áttu þessu 10 fitt, 5-3 fitt. 5-3 fitt í digla en lélegu 5 litur. Mjög lélugur. Ok, nú kemur 10 lásin, nú þarf Gunnar hérna. Og, já, hann hendi kongnum. Sjá þetta er fallegt. Já. Á 1 sekúndu. Virka kannski ekki flókið að sjá þetta svona í sjónvarpinu. Nei, en við þetta náttúrulega- þarf að gera þetta við Einmitt, borðið. sko, Það þarf að gera þetta. Það er náttúrulega ekkert að marka sem við horfum alla hendur, sko. Já. Ok, þá var þetta sama. Ef við ekki bara fara aftur á hittborðið og sjá þingmannin og heimsmeistarann spila. Það eru nú konur upp úr 3 gröndum.
Sko, tveir spaðar. Tveir spaðar. Það hérna einhvers konar balans, sko, laufi hjá þeim eitthvað 14 plus, sko. Já. Þetta. Kemur svona spánst fyrir sjóninu þessi tveir spaðar, en þetta eitthvað gerfisögn sem þá að sína. Þetta að fara að enda með ógöngum fyrir Grant Thornton þetta spil. Það lítur út fyrir það, já. Nei, heyrðu. Bilaðir 4 lauf. Það verður að koma nokkuð óvart. En þarna doblaði hann 2 spaða, hann var búinn að benda á spað út. Svo segir hann þrúgrönd, ég veit ekki hvað hann hafi við það aðtvaða. Það eitthvað misskilningur hann að... Já, Stefán meinti 4 lauf ekki til að spila, sko. Nei, alveg pottþéttaleiðin í slemmu við slemmu, sko. Hann er haldið kannski hann eftir ennþá betra fyrir 2 spöðum. Mögulega. Við veitum ekki alveg hvað það þýddi. Þarna er sagt slisi á Grant Thornton. Já. Þannig að þetta... Jæja, nú ætti hann allavega að vinna spili, sko. Ekki? Nú getur hann Trump sína spaða. Já, hann er búinn að gefa 2 slagi og gefur bara 1 og 10 viðbót. Já, tekur bara, ef það kemur meira hjarta, tekur bara gósan, Trump sína spaða. Hann veit hvað spaðan liggur. Það er alveg ljóst. Það er lítið upp í skaðan og að standi þetta. Það er 130 upp í 600 sem gerir 470 sem eru 10 impar, þannig að staðan er 11-0 fyrir Info Capital. Já. Þetta er alltaf að fara að gerast eins og ég spáði, sko. Info leiðir. Leiðir. Hvað var það? Með 5 fyrir síðasta? Með 5 fyrir síðasta, sko. Já. Og svo kemur hamarinn, spil 14. Já, Jæja. Þetta er Eggo Bacon. Stefán í aðalhlutverki tekur einn úrslita spilið. Já. En þetta allavega var ekki, þetta var eitthvað misskilningur hann á ferð, eða? Já. Ég skríti að Vestur gat ekki við 2 spöðum bara melda 3 hjörtu, sagst eiga sterk spil með lauf og hjarta. Þeir eru nú að spila svona hálfgerðan standard þó þetta sé svona aðeins öðruvísi. Já. Og þá segir makkið 3 grönd og þá segir bara pass. Það hljómar svona normalt. Þessi 3 spaðasögn, hún svona kannski... Já. En það er eitthvað rámt munað þarna með 2 spaðana öðru hvoru megin, við veitum það ekki alveg. Já. Þá er það spil 5. Hvað er að fara að gerast hér? Austur með öll spilin, maður. Já. Sko, opnaður ekki á tíkli með svona spil, ef ég man rétt, eða laufi. Svo er spurning á hann að metta þetta upp í 2021 hérna, hann á... Ég held að það sé ekki spurning, það sé bara... Hann á 19, en... Allt og góð spil til þess að sína 19 punkta. Já, með góðan 5-lit, þá er það nú allavega að það hækkum einn. Já, sko, þeir eru með... Sko, þeir eiga svona jafna skiptingu, 5-3-3-2, þá opnar og lauf og tíkli eftir hvað punktabilið er mikið, sko. Ég heldur að opna tíkli með 15-17 og þetta er þá 18-20 eða 19 eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis, já. En það er kannski, veitum ekki alveg, að það getur verið upp í 20 í einu laufi. Já, jafnskeitt. Já, sem sagt, já, tígullin er þið sko, þá væntanlega 15-17. Nú var hann kannski að sína 20 eitthvað svoleiðis, 21. Þetta er, ég er ekki alveg klára á þessu hjá þeim. Já. En þeir eru vantilega að fara bara í 3 grönd. Inn er á ekkert meir en bara 3 grönd, sko. Nei, það eru 9 slagi beint í því. Ekki svona neitt kannski það sem að Grant þarf að fá núna. Nú þarf að fá einhverja sjensa, sko, að skora. Það má ekki vera svona spil. Þetta er tiltölulega dautt spil.
erfitt að sjá annað en 3 grönd á báðum borðum og svona hendur. Birkir spila á spaða tvist, 4. hesta. Gerir þú það? Spila þú 4. hest út í grandi? Já, við erum með það. Fyrir með það? Eða hérna frá honum 3. stundum eða eitthvað svoleiðis. Já, Maður er jú, jú, það er bara, þú ert að reyna að hitta eitthvað flott. Þá. Það virkar svona normal útspil. Hér er rétt spilamennska að drepa strax á spaða kóng. Það er til þess að geta tekið ás kóng í tíkli og sjá hvort að liturinn brotni 4-1 Akkurat. og þá áttu innkom á spaða ás. Þú átt ekki að dúkka hér. Nei, þú átt 9 beint, en þú gæti þurft að svína tíkli. Já. Það er Sjáðu, eina sem... Nú tók hann strax spaða kóngin, sparaði ásinn í borði Já, og tekur ás á kóng. Því ef að suður ef átti hann- 1 tígur, einmitt, þá er hann með svíningu fyrir drottningu 10 núna. þá hefði hann getað svínað. Já, en nú datt liturinn bara 3-2, þannig að það þetta var bara ekki... svona- En þetta var tæknilega vel gert hjá Helga að taka spaða kóngin í slagi. Það er staðins að svona, vel, stoppa þess og sjá. Já. En þetta er auka möguleiki að tígullin leiki ekki, Einmitt. 3-2. Hvað geti klikkað? Já. Það þarf oft að staldra svona við í fyrsta slag og fara yfir hérna möguleikana. Einmitt. Hvað gæti klikkað, sko. Þetta virkar einfalt spil, en Og þetta er svona helsta gildran í þessu. Og þetta er sennilega svo staða sem að flesti brisspilar að gera mistökin. Það er slagur 1. Flýta sér svo mikið. Að byrja að spila og snemma Já, flýta sér. og svo stundum er ekki aftur snúið þegar þú er búin að gera mistökin. Nákvæmlega. Það hljómar mjög normalt að gefa bara fyrsta slag og vinna slag 2 Já. en það var Nema- alls ekki hér. Nefn reyndar í þessu, sko, það geta verið stór hættulegt þegar það kemur hjartasviss og Já, fyrir og utan gosi það, og, sko, og já, hérna, já. 4 á hjarta. Já, einmitt. Það hefði geta verið þetta teknum hjartalitið þannig. Já, já. Það er einmitt sko að gefa sér tími í fyrsta slag og ekki vaða bara áfram sko. Kannski dettur það fyrsta sem þetta dettur í hug að svona testa það, er það örugglega rétt sem það fyrsta sem þetta dettur í hug. Taka þér Það er svona- nokkra sekundur. Oft sér maður þetta strax en ekki alveg viss sko, það þarf kannski fara betur yfir þetta. Þetta ætti ekki að bjóða upp á eina sveiflu. Nei, við varum að svissa yfir á hitt borðið og sjá hvort það sé ekki alveg örugglega í sama samningi þar. Jú, jú. Þarna opnar hann einmitt á 2 gröndum, Já. 20, 21 eða 2, hvað þeir eru með. Samin samningur. Já, nema það að þarna hefur komið sko hjart út. Taka fyrstu 4 hjarta nefnilega. Nú hefum þurft að sjá það að alltaf hafi ekki komið þá hjarta gosi út. Gunnar Björn með, Kongu gosa áttu. Gunnar Björn með hverja sjónvars taktan á þetta annari hérna. Þetta er svolítið skemmtilega pæling í útspilinu. Já, Sko, já. að þessi á líklega, þeir eru ekki allavega í hjarta fitti. Makka er á sennilega 4 lit í hjarta, eða jafnvel 5 lit. Já, og þú veist að þeir eiga punkt í game. Og Akkur ekki að reyna hjarta, kannski á makki gott hjarta. já, koma út það sem þú átt styrkin, þú átt allavega eitthvað inn í þennan lit. Já, já. Já, hefnast ekki alltaf, en já, þetta var skemmtilega taktar. Heldur að Matti segi 2 spaða á þessu spil? Með kongosa 4 í hjarta. Já, ekkert endilega hrifin að því þarna, sko. En, jú, á móti kemur að þú vilt ekki að það er stopp í 2 hjörtum. En nú doblar en- Guðmundur. Þú vilt ekki að makkir fari ofhátt. Það er líka kallið við sögnina. Þegar Guðmundur doblit ekki með kongin í spað og tígur ásinn.
Eftir makkar segir 3 lauf. Já. Jú, gerir það. Hann veit að makkarinn hann sá ekki lágmark þegar hann hélt hann að opna með 3 laufum. Ok, þetta fer allavega, þetta fer bara 500 dán, eða ekki? Kemur út hjartaþristur eða lauf og svo kemur bara tígull Lauf og tígursviss. og stunga. Já, lauf upp hás. Og ég get ekki ímyndað mér annað en að Gunnar Björn sissi yfir í tígull. Hann veit sko að makkar á eitthvað í tígli fyrir að dobla 4 spaða. Já. Akkur ekki, makkar á ekki punktana í hjart og laufi bara. Já, Þá segir makkar alveg 5 laufi eða 5 hjörtu. Pottit ekki. Þannig að þetta er bara 500 dán. Já, það er gott spil til Grant. Já. Sjá hvort þeir leysi ekki svona úr því mitt og svissi tígul og komið strax tunga. Kemur bara ás. Guðmundur spila ekki 9 eða 6 tilbaka. Spilaði fjarkant tilbaka, ok. Hann vill allavega ekki setja of hátt hjarta, sko. Hann var ekki að spila undan einhver í hjartanu. Ef hann hefði átt hjarta kóngin, þá hafði hann spilað 9 tilbaka, vilja einmitt að hann spilaði hjarta. Hvað finnst þér þetta spil? Ef þetta er að segja svona, hvað er með þetta að kenna? Eða svona, hjá info. Já, það var svona alveg eðlilegt hjá Bjarnar Einarnar, sko. Já, ég held að Bjarni er með eðlustu fjáraspaðsvegg sem ég sé. Hérna, það er einmitt þetta með punktana í lita anstæðingana þarna. Já, þetta er sko spurning með mattaspil að segja 2 spaða þessi spil. Já, það leiddi hann svolítið út í þetta. Já, ég er ekki vissum að... Teimdi makkar í gildru. Ég hugsa hann sé núna að hugsa tjöfur, ég átti aldrei að segja það. Það náður henni bara 3 punkta fyrir utan lita anstæðingana. Sem er ekki gott. 3 hundi í trompi, sko. Já. Segja bara pass og svo er líka annað, sko, þegar þú átt 4 hjörtu og veist að makkar á 1 eða ekkert. Það kemur doppl. Þannig ef makkar passar spilið út, þá ert ekki að missa 1 eða neitt. Nei, hann mun líklega alltaf halda. Já, skulum þessu spili er lokið. Þetta er 500 kall og hinum megin eru í 4 hjörtu. Það er náttúrulega spennandi spil, sko. Þegar maður farið yfir hittbólið? Já. Já, það er ekkert spennandi spil. Það er bara... Það eru bara 11 slagir. 4,50, þannig að það eru 2 impar til. Já, þarna er með saman pass í austur. Já. Á hættunni, sko. Hann er að pikka hjarta svona skemmtilega upp. Jöp. Þannig að það má segja að það hefði svolítið... Hvað hefði gerst hefði Helgi lagt á milli? Eins og í öðrum gang. Já. Helgi náði að halda því en hann... Það kom 10 út, sko. Það kannski dugar ekki. Nei, ætli það. Jæja, hér fá að sjá eina svona létta opnun hjá Birki og alla. Steppi á 13 punktar, hann á enga sögn. Kemur ekki bara eitt spaði núna, já. Það er meldað svona litina bara upp línuna. Já, það verðist vera. Og var ekki neitt nógu jafn skiptingu eins og hjá mörgum. Þetta er bara þessi fínasti samningur sem að fer eitthvað slatta niður. Ef að vörnin finnur það. Já, ég er ekki bara 7 slag í vörn, svona fyrstu sín. Já, sko 10 út er eðlilegt útspil
Já, svo kemur þessi verður það blindur, þá kemur eðlilega bara 3 lauf eftir frissu það. lauf, horfandi á þetta. Já, já. Á augabræði, svissaði lauf. Já, já. Kemur bara drottningu á svo meira. Og fáðu nú bara ennþá hjartaslag og 2 spaða. Já, Enda þetta ekki bara 2 dán. 2 niður. Þetta er allt saman að fara að nálgast þessa. Þetta nú er sko leikurinn hálnað, þetta er búið að Já, þetta ganga ansi hratt spilamennskan, svona, gengur hans í rætt. já. Þetta er engin munur, 9 impar, það getur alveg bara, Þetta er bara eitt spil, sko. þetta er bara eitt spil, sko, þetta er, Þetta gæti fara að enda eins og þú segir, að það verði rosalega spennandi hérna síðasta spilið. það væri nú gaman. Það er búið að vera svona spenna í flestum leikjunum bara undan. Já, við fengum hann að 2 svona mjög ójafna leiki, en svo fengum við alveg fullt af spennandi leikjum, sko. Já, Og það var nú hérna, toppaði nú ekkert þarna undanúrslitin hjá, var það ekki Grant Thornton og Máling. já, þegar hérna, það var svona Guðmundur Halldórs spilaði honum inn í borð, Já, næst síðasta spili, við vorum með hálfa orðaleðis hérna í útsetningunni. einmitt. Og Og þessi þetta var svo rosalegt gríska gjöf. Grískgjöf. Er þetta ekki talað um það? Jú. Grísk gjöf. Hann fór inn í borð og þá fekk hann möguleikan á að svína. Man hefði ekki geta ef að börnin hefði spilað störfísi. En þetta spil hefur bara fallið í 200 kalli. Já, þetta var mjög eðlilegur samningur og óheppileg niðurstaða. 1 Grant. Já, þeir eru samt, já. 1 Grant með einspil í spaða. Hvað finnst þér um það, Ómar? Og stundum er það nú bara skásta sögnin þegar maður líður illa að hérna opna einu tígli og segja eitthvað 2 lauf eða þú getur ekki sagt 2 hjörtu. Einmitt. Líður illa með flest, sko, þú voru að hugsa líka bara næstu sögn sem ætlar að segja. Hárrétt. Opnar að tígli væri svona alveg annað option og fá eitthvað En sástu hvað hann var fljótur að þessu? Já, þetta er svona rútína með... Það er búin að spila biss í 50 Já, ár, já, bara 45-50 ár, þetta er bara þetta hefnast oftar en hitt, þannig að ég ekki það. Það er nú kom hérna Helgi inn á, já, sko, 11-5, þetta er Fengu þarna 3 impa, já. Þetta er komið í 6. Já, það spiluðu bara 1 Grant hinum með 90. Já, Þannig að það fengu 3 í Grant. þetta er, sko, nú kom Austur inn á 2 laufum og 2 lauf þýða, ég á lauf og tígul eða lauf og hjarta. Já, þeir eru með þessa konvensjón. Já. Doppl hefði líklega verið spaði og Spaði og annar. annar. Þá getur þú sýnt alla liti með að melda 2 lauf eða 2 tígla. Og svona tvílita hendur líka. Já. Og það er svona aggressífur að koma inn á svona heldur en. Mjög sniðut. Já. Og þetta var, nú er komið hérna, já, doppl og 3 spaða, bara kraða með 5 lit og Alli segir 3 grönd við því og þá melda Birkir 4 tígla og Já, Og svo það er alls ekki hættur. nei, og svo enda þeir í 6 tíglum. 6 tíglum pluss 1, náttúrulega. Ég spá því að það er endi í Já, 6 tígla pluss 1, nei. Hvað áttu marga slagi í þessu spili? Þú átt 2 spaða og 6 á tromp. Jú. Það eru Opnarðu 8. trompa spaðan hana. Sko, það eru 8 slagir. Þú áttu 3 á laug og 1 á hjarta. Það eru 12. Hvar færðu 13. slaginn? Það getur bara, já. Baðleikur 5-2. Já, það eru bara 12 slagir í þessu spili, held ég. Getur maður að sé einhver... Eru þeir að spila 3 gröndi á? Hann heldur ekki áfram. Hélt hann ekki áfram. Það er nú mjög óvænt að segja ekki 4 tígla við 3 gröndum því að þegar makkar á 2 spaða er þetta ekki orðið helvit eða svona, ég ætla nú ekki að fara að blóta hérna, ásækja mig, er þetta ekki bara ansi góðu séns á pikkir upp smá tígulfitt? Og fáið 10 fitt á móti, jú. Já.
Já, Ef að fara við fara á hittborðið. hittborðið, það er víst aðeins meira aksjón þar. Meira aksjón þar. Þeir eru nefnilega konur í 7 tíkla. Þarna fengu þeir að melda bara í friði algjörlega. Það var ekkert komið inn á. Svona getur hérna ein lítil 2 laugasögn á hinnuborðinu sett bara allt úr skorðum. Þeir eru bara... Sagnir voru 1 tígull sem var ójöfn hendi, 2 grönd sem er kallað Jakobi, Já. Sýnir góð spil og tígull, 3 spaðar sem sýnir stuttlit, þá kom fyrirstaða og fyrirstaða, 4 lög og 4 hjörtu, ás og spurning, 1 ás, spurt tromp drottningu, færð tromp drottninguna og lög kongin og eðlilega makkir á 5 tíkla í ójafnrið, þá er þetta bara vantarlega kleim. Alveg, það er akkurat málið, hann á oftast 5 liti tíkli, hann opnar á tíkli, nema þegar hann á 4, 4, 4, 1. Einmitt. Þannig að hann hugsa sem svo, það er mjög líklega, þarf ekkert á drottninguna að halda hvort þið er. Nei. Það er sem sé. Ég held að Infocapital sé að fá ansi svona heppnisimpa hér. Mér sýnir spili liggja svo illa að hann er ekki að fara að standa þetta spil. Það sjá nú til, sko, ef hann tekur þetta og þegar hann takir sér tími í þetta, Já. bara að spila bara 1, 2 og 3. Og Okay. Núna sko málið er það sko að núna heldur ekki lög drottning sko. Núna ef hann tekur tígul aftur þá getur hann trompa 2 spaða en það þarf að taka lög kong og drottningu og allar sér að henda lúser. Og það er trompa sko. Þannig að hann er að fara alltaf 1 niður held ég hér. Ef hann hefði gert þetta svona fyrr í spilinu, fara í Já. Eim, tígul og trompa spaða. Þetta er rosalegt spil. Þetta er mjög eðlilegar og góða sagnir sko, en þetta bara En ef hann hefði strax spilað spaða kongin, farið heim á tígul, trompa spaða með litlu, þá heim á lauga, sko, hérna. Já, en sko Nei, þetta er ekki góður samgangur að einhverjum tímapunkti þar en að taka kongdrottningu í laufi og einhvern veginn þarf að komast heim sko. Já. Sko Því að hérna henda hjarta í laufið og alltaf sér svo trompa hjarta. Geta þetta að gera allt í einu, sko. nú þarf sko þetta allt bara að halda og hann fer 1 niður. Þetta er nú rosalega að fara að græða á því að stoppa í 3 gröndum í þessu spili. Í 3 gröndum, já. Ég Ah. svona fannst eins og það var leiðin í allavega 6. Já, ég Þetta byrjaði á bara vinnuborðinu. alla trúið því að Birkir hafi passað 3 grönd með þessu spil sko. Það kostaði ekkert að kanna spili að segja 4 tíkla, Já. á hvað makki gerir. Það maður segir 4 grönd slæra af eða... Já, þá geturðu hætt bara. eða- Þá stoppar þú bara. Já. Og nú verður lauturrottningin trompuð og game over. Jep. Og það eru 11 impar, hann er staðan í 22-5. Uss! Þetta gæti hafi verið stort spil í leiknum. Gæti það verið vendipunkturinn, Já. en það er nú... Það er mikið eftir, það eru 6 spil Sex eftir. spil eftir, sko. Við erum ekki...
Þetta ekkit mikill munur í britsleik, sko, en Nei. þetta var smá högg. Já, og líka svona, ég myndi nú bara að segja, sko, svona smá... Birkir hefur örugglega á tilfinninguna að sé ekki að fara að græða á þessu. Nei, Sér að 6 stíklar á borðinu. Og... nú Guðmundur reiður og opnar á 2 spöðum og engin spil. Já. En þetta gegn á, þetta er svona... Já, þetta er bara mjög léttur á þessu. Þetta er mjög eðlilegt. Þessum hættum. Myndu margir opna 3 spöðum á þessu spil líka. Já, en flesti myndu nú ekki opna þetta nema á þessum hættum, sko. Já. 4 púnta. Einmitt. Þetta eru fórnarhættur. Þetta eru hættuna sem maður á að vera mjög aggressífur að melda. Já, og búa til vandamál fyrir anstæðingana. Þeir þurfa að finna út úr þessu áhættunni gegn utan. Það græði þá meira ef að... Og við sjáum að hérna standa 7 lauf. Þeir eru eftir að finna út úr því. Þeir eru ekki að fara að finna það. Gæti Bjarni skoti bara á 6 tíkla núna? Eða spurning hvort hann hafi eitthvað sögt til að sína lálitina. Já, 3 spaðar. Tekur náttúrulega heldur betur vel í laufið. Já. Það kannski ætla sér að keyri 6 tíkla en hann segir bara 6 þrúgrandi, já. Já, þetta er svona annað spil. Hérna sjáum við að 7 lauf eru ekki bara alveg á gólfinu. Og þarna væru hjá mörgum 3 spaðar lálitir. Henni getur þá sagt 3 grönd að hún líst ekki á það. Kannski kostaði ekki þetta... Mér finnst þetta búið að vera 2 letileg spil í röð hjá Infocapital í sögnum. Já, bara svona ákveða akkari í kongdrottning í spaða eða mikið punktum. Mér finnst þetta bara ekki vera að melda á spili sín. Nei, maður haldið að það kostaði ekki þetta og endar þá kannski í 5 tíklum eða makkar. Við skulum svissa yfir þetta er ekki spennandi spil, hann er að fara að vinna þetta alveg margoft. Svissa yfir á hittborðið, hvort þið sé að fara í slemmu þar. Já, nei, þeir eru 3 grönd líka hér. Það er opnað á multi, 3 hjörtu. Þetta er svona, en þá meiri pressusagnir hérna. 3 spaðar og doppl og 3 grönd. Makki gefið út þetta doppl og 3 spaða og þú ert með 10 spil í lálitum. Já, Helgi sagði pass þannig 2 tíkla. Já, með það markmið að doppla næst, væntanlega. Já. Hvað ætlaði hann að doppla næst? Já, skrítið að doppla ekki bara 2 tíkla. Eða einmitt segja 2 grönd, þetta er ekki perfekt, eða hvað átt hann í... Það er svolítið hættulegt að passa nema og eigi þá kler til dæmis doppla á eitthvað hálit næst. Já, mér finnst að Stefán hafi líka átt að keyra þetta spil í slemmu bara við makkir að doppla þarna á 3. þrepi og þú ert með þarna 6-4 í lálitónum og 2 ása á kóng. Já, hann hefur kannski haldið að makkar eftir minni styrka, hann eftir shape en miklu minni. Já, doppla samt á 3. þrepi. Þetta náttúrulega er aldrei eitthvað lítill styrkur, sko. Þú ert að þvinga spilið upp á 4. þrep, sko. Já, þannig að þetta var ekki vel leist spil hjá pörunum fannst mér. Nei, það var ekki. Og ekki háa einhver hjá mér fyrir þetta spil. Mist tækifærið þarna. Jæja, þá eru komnir aftur hérna í þetta svo sáum áðan. Ef hann á 19 punkta þá opnar hann á laufi. Já. Lauf 1 grönd, 3 grönd, spaðið að hjart út hjá Birki. Já. Ég held að hann spila út hjarta. Ég held sko, já hjarta, þú getur... Ég líst betur á þennan lit heldur en hinn. Já. Æ, það er rámt fyrir mér. Ef þú ættir 5 lit, 4, já, svona hjarta fannst mann að vera eðlilegra. Já. En, já, núna kom skemmtilegt tempo í útspilinu. Áttu 4 tígul. 6. 9 beint núna, sko. Það tígullin leikur.
svo ertu alveg Þú seifast. getur ekki heldur strýtta með einu öðru útspili, sko. Nei, þetta stóð alltaf. Það var, Fer bara í laufið, það kemur hjart út. Farðu 3 á lauf, sko. 4 á og þó, 10. en hérna spaða gósin út. Já, það er í hefði ekki svona, verið rosalega snild. það hefði verið stildin, sko. Það hefði verið, sko, En- drottning þriði þarna. Það hefði verið bókar, Það var enginn að fara að Fleyg, sko. finna það út, sko. þá fáið 4 spaða og býða svo með Já, laufslag. já, einmitt. Það hefði verið alveg gullfallegt. Það hefði verið fallegt. Og þá líkur þessu hér í slétt staðið, eigum við að svissi yfir á hittborðið. Já, já, Eðlilegasti samningur í heimi og og hjarta nú kemur hjart út og, þarna megin frá. já, já. Hann bara hleypir því og drepur og Fyrir fer í tígurinn og tígurinn og svína laufi. það er verið bara 3 á lauf, sko. Já, já. Svo lengi sem tígullin gefur 4 slagi. Það er ekki... Suður er aldrei að fara inn í spilið, sko, til þess að spila spaða gosa. Það er blamálið, hann heldur honum úti og hann náður ekki þessu kúppi, sko, sem ég var að tala hann áðan. Já, sem við köllum að ensku surrounding play. Ég veit ekki hvað íslenska orðið er verið þetta. Þetta er svona einhvers konar ringsvíning, eða ekki? Já, kalla þetta það? Svona umvefur hérna eitthvað spil. Já, þetta er umvefur. Það er flott orð. Eitthvað svoleiðis og Flott umvefur orð. hérna spilið í. Já, spila sem sagt ekki hvað þetta heitir. herra spili en er í blindum, Já, gosanum, þú veist að af því að þú ert með kóng 9 fyrir aftan 10, sko, þetta eftir. er svona auka möguleiki sem þú sérði Já. vörninni þegar þú horfir á þetta Einmitt. oft í oftast í miðju spili, ekki í útspili. En þetta ekki. mun nú ekki vefjast fyrir meistaranum. Nei, Bara svo við vitum það, þá er Bjarni Hólmar, hann með svona, það er margir britsara með svona nickname, viðurnefni. viðurnefni, Bjarni kallaði meistarinn. Já. Það er ekki sko æfingin skapar meistarann. Nei, Það er ekki motto í honum. Æfingin skapaði meistarann. æfingin skapaði meistarann. Hann er það nú bara. Nú geta þær ekkert gert honum. Nei. Sko. Spaðin er sko eiginlega geldur í vörninni, þeir, af því að Norður er inni og Norður heldur bara áfram í hjarta og þá er þetta búið. Bara leggur upp, afblokkar á laufið og Fengur slett 9 slagi hinn þá fellur þetta og þá eru 4 spil eftir og 17 impar. En það er nú aldeilis búin að vera sjensar og húlum hæ. Eitt slemmusving sem hittist hérna, já, Heldur allslemmusving. Það þurfa kannski á því að halda í restina. svakalegt. Þetta eru sennilega vestu sving sem maður á í Brits. Það er þegar maður er í 7-1 down og game hinum einn. Já, Það það er er svo- hæðilega svekkjandi. Það er hræðileg spil. Það er rosalega svekkjandi, sko. Það dugði að vera í 6, sko. Og það varst í fínu ágætis samning, þannig séð. Ekkert að setja út á samningin, en legan var ekki þeim hagstæð. En það eru svona kenningar það að vaði allslemmu, sko, þú ert að vera rosalega viss. En sko, málið var það að Gunnar Björn gat ekkert annað gert í þeirra kerfi. Sko. Eins og þetta Já, þróaðist, þá fengur þeir meldið í friði og Já. minna hann hélt bara að þetta væri... Ég held að það væri bara alveg ABC spil, sko. Svo var Já. þetta alltaf óuppi með spil Guðmundar, sko. Var það. Plús það að slemma var svo sem allt í lagi, sko. Þegar Tromp hefur verið 2-2, þá voru 13 slagi beint, sko. Já, mitt. Myndum við ekki segja þetta að það verið svona 65-70% allslemma? Hún er örugglega eitthvað nálægt því, sko. Því að þó að Tromp sé 3-1, þá getur laufið verið brotnað ekki 6-2 og spaðin 4-3. 4-3. Já, og það er allt komið, það er allt komið. Nú er hann að opna laufi. Já. Eitt hjarta. Austur segi eitt spaða núna sem hann neitar spaða.
hann ekki að gera það. Þetta er svona mjög vinsælt í dag að dobla með 4 spaða eða fleiri. Já. Og ef þú átt ekki sem sagt, Hérna líka kostunum við þetta, hér getur makki sagt grant. Grant í hendi makkers Einmitt. og Það er snilt. svo líka kostur þá að dobli lofar alltaf, sko, eða þeir sem spila venjulega standard, þeir myndu kannski stelast til að dobla en þá eiga þeir ekki fjórlutin. Frekkarna þeir fara ekki að segja 1 grand á þetta, minnst ásti. Ja, Gunnar Björn getur ekki passað þetta spil út. Það er ekki, já, Passar það út. það er ekki hægt að passa 1 grand niður með þessi spil. Þú segir bara annað 2 spaði eða 2 lauf. Það er ekki sammála því? Jú, er ekki bara alltaf að segja 2 lauf. Jú, ég Hérna- bara, þú veist. Býst við einhverju 6-2 hutti, Makki barðist ekki 2 hjörtu eða 2 tíkla. Ljómanur svo Já. makki sé nokkuð balaseraður. balans. En þið eigið þarna hugsanlega stöpp í Já, já. 2 laufum eða einhverju. Já, þetta er, ég er nú að segja það, ég er búin að vera fyrir nokkrum vonbrigðum með Britsið, sko. Ég hefði viljað sjá, þetta er úrstilda leikur, ég hefði viljað sjá liðin spila betur. Það kom með eitt svona neikvætt komment. Það er búið að vera svona, þetta er búið að vera aldrei svona slafríkt, finnst mér. Já, það er svona miðbyggið á leiknum, þá Já, svona aðeins. Við mista tækifærunum hana nokkur spilum. svona fljótir og, Er ekki sagt líka hérna 6-5 comma live og það Jú, við í það er eins og náttúrulega- háu 60 en ekki, þarna já, utan þú líður ekki vel að þú veist að hinn er að fara að standa 1 grand, sko. Já, Ekki þetta einhverju- er svona, þetta er, Hann ætti ekki að miskila það 1-1, þannig að hann er búinn að passa þarna í já. góður og Auðvitað sko þú ert með 5 punkta og makkir gætt líka satt doppla og 1 grand til sín og stutt lauf þess að það var til dæmis 4-5 eitthvað þannig Já. að þetta hljóma svona eins og makkir sé nokkuð jafn sko Æ, kannski, Svona og eitthvað styrk á hana því að þeir eru stoppaðir 1 grandi. já, Kannski lítur að eiga opnun sko Anstand Alla gefur ekki áskorun eða ekki neitt nema sko 5 punkta. já. Þetta er Það þeir spila 2 spáða hinn borðinu. þetta er illa metið Já. en svona er þetta, það er bara að taka næsta spil og gera betur í því Já, það er stubbaspilin geta skipt máli að já. berjast á réttum tíma. Það þarf að vera krísufundur á Grant Thornton eftir hennar leik. Já. Nei. Þú ferðið við spilir með þeim hérna. Nei. Við tökum þessu létt. Maður gerir bara betur næst. Það er bara að læra af þessu. Nú er þetta 3 spil. Og má ég sjá. Sko, Gunnar fer aldrei inn í þessu spili, sko. Hann er nú ekki alveg búinn að vinna þetta samt, sko. Tígulli liggur náttúrulega 4-1. 4-1, sko, það er líka illa. Má ég sjá, hvað er hann komið marga slagi? Hann er komið með 2 tígur, 2 lauf og 2 hjarta. Ef hann spila 10 kóng núna og 10 dettur, en hann er aldrei að fara að gera það. Hann náttúrulega frekar heldur að Gunnar er í 10 leint heldur en Guðmundur. Það er ekki Já, alveg. ekki búinn að vinna það. Nei, þetta er, sko. Nú fær Bjarni upp miklar upplýsingar. Nú veit hann að Gunnar á 11 svört spil. Já. Þar að leiðandi, þá veit hann nánast 100% að Guðmundur á sennilega 2-5, 4-2. Og hún er annan í spaða. Já, Spilar upp á ég hugsa hann drottninguna stað. ætti bara að taka kóng núna og spila litla á gósan. Já, sem að spila litlu. Já, ég hugsa hann gerir það. Og hann var líklega ekki á svo kóng þarna í söður, ekki barðist hann eitt, þannig að hann var ansi lítið. Hann veit eiginlega alveg hvernig þetta
Já, liggur núna. já. En það er hann núna er hann að stoppa og fara hans yfir þetta. Það er telja út hendurnar hjá Suðri og Hvaða skiptingu á Gunnar fyrir að melda ekki með 11 spil í svörturítunum? Hann á hún væntanlega ekki 6 spaða. Nú ef hann á 6 spaða þá á hann ekki Ás og Kóng. Nei. Þannig að hann á að vita að hann getur spila litlu spaða núna á góðsonum. Ég held að hann geri það. Já, já. Glæsilegt. Hann telur þetta út. Góður í þessu meistarinn. Já, já. Þá er þessu bara lokið. Hann gekk hann alveg 100% talning á hendina strax. Já. Nú drepur hann bara þetta, spila spaða drottningu og hann er ekki skvís, sko, hann getur hent hann getur hent spaða 7. En til þess að vinna spilið þá verður hann að spila spaða drottningu núna. Það skiptir einhver máli, Norður er ekkert að fara inn. Hann fyrir aldrei inn. Nei, brýtur bara spaðan. Býður bara eftir einu Þannig að þetta eru 5 impar í viðbót til Info Capital, þannig að þeir eru að vinna 27-5 og 3 spil eftir. Nú þarf að Grant að fá eitthvað. Já, nú eru komin í svona kraftaverkan tíman. Svolítið þannig. Þetta er kannski svona í leikjum það sem mesta hættan að missa einbendinguna, það eru 2-3 spil eftir. Já. Svo er ekkert víst að spilin bjóði upp á miklar Nei, svo veistu aldrei hvernig það kemur út. Ég held ég sé búin að vera hérna í ykkur 6-7 skipti og ég hef aldrei spáð rétt, þannig að þetta bara heldur áfram. Aldrei spáð rétt? Nei, ég bara spáði alltaf rétt. Og Gabriel hefur spáð oftast. Já, Gabriel. Út þetta með honum hér. Já, það er bara. Þannig að þetta kannski átti að vera að vita eða ég spáði Grant sigri að þessi leikur væri búinn. Við skulum ekki útiloka neitt. Kraftaverkin hafa nú alveg gerst, sko. Já. Að halda áfram. Það er að vita þeir ekkert hvernig staðan er í leik. Nei. Það er öfugt við að flestar aðrar íþróttir, það sem þú veist hvernig staðan er. Einmitt. Það er svolítið sérstakt við Bridge. Það er merkilega við Bridge, maður er ofta að meta þetta. Þess vegna á maður sjálfur sig þegar maður er að spila svona. Við erum ekkert að hugsa mikið út í það, því þú veist ekkert hvað er að gerast í hinu borðinu. Nei, og treysta bara sveitafélagarnir, ef þú telur þig að vont blað eða eitthvað. Einmitt, það getur verið gott hinum megin. Já. Spila eðlilega og reyna að vanda sig. Ekki hérna eitthvað 2 hjartaopnur hjá þeim, er það ekki eitthvað 10-13? Áttum bara einu hjarta. Ok. Já, þetta eru Matti og Bjarni. Þetta er ekki 2 lauf. Pass. Það segir Norður 2 grönd. Nei. Já, doppl hjá Matti þessi. Já. Þú getur nú ekki réttdoppl. Ég er vel fyrir þessu. Já. 2 spaðar, já, komni núna í 4-2 fyrir. Hann lítur Gunnar Björn og alla hættur að melda að hann er algjört hámark fyrir 2 laufum. Það passa út. Herðu. Já, hann átti nú svo sem ekkert neitt þægilegt. Hann að fara að segja 3 lauf á þetta. 6-2-2, 3 skipting. Ég veit það ekki. Hann er kannski talið sig vera búin að gera, hann er á hættunni, sko. Vill ekki vera að berjast. Ok, hérna hér eru Grant Thornton að fara að skora einhverja 7 impa. Er það ekki? Það er einhver
spila 2 tíkla hinum einn. Já, hann að fara að fá, hann fær hérna sko, hann fær þennan slag og svo 2 ása. Hann fær 5 slagi, það 3 niður. Já, svo eiga það bara laufin hann. Já, hann fær eitt fleiri slagi. Nei. Og hérna, Það var kannski svolítið harka þarna að halda opnu með passaða makker þarna það var alvöru sko. og út með lámarstyrk. Já. Þannig að Það með 2 ása, ef maður ekki situr, þá var með 2 svo ása. hugsa hann líka ef að fer illa hjá okkur, þá erum við þó allavega utan hættu. Já, já. Þannig að, já. Það var ekki mikil áhætta við það. Makki, og veist aldrei, Makki getur laumað á ansi góðan löflit þarna á eftir stundum. Og einmitt þú átt 2 ása. Svo kannski erfitt með þessa 2 spaða, hann er náttúrulega 8 og 4 í tígli, þannig að það hittir betur að það þar. Já, já. Held að 2 tígla. En svo við sjáum að hinum borðinu, ætla þetta hann ekki bara sagt 2 tíkla og allir pass. Það er mjög líklegt að það hefði ekki valið doppl, heldur 2 tígla. Já. Ok, hann fær 5 slagi. Er það ekki 110 pluss 150, 260. Já. Það eru 6 impar. Það er nú í staðan 27-11. Þetta eru bara 16 impar, 2 spil eftir. Nú verður í næsta spili, þá verður Grant að fá eitthvað inn. Þetta er sko ekkert búið. Já, þá eru konur á hitborðið. Komin í næst síðasta spil. 1 tígull, 1 Grant doppl. Að spila 1 Grant doppla. Já. Sagnaði komið 2 slagi og fær Á þess að tígurslægi og, já, svo og hann bara rest. síðan ekki sögunum meir. Þannig að það er 180 kall. Stendur þetta slétt. Já. En á 7. slagan núna á tígul og svo á rest. 180 til info. Er þetta svona naglinn í kistuna? Það gæti litið út fyrir það. Þegar skuttlast yfir á hitborðið. Þar eru infomenn bara í 2 hjörtum. 2 hjörtum. Og þar ertu með 2 hjartalúsera og 2 lauflúsera. Það leikur 3-3. Þannig að þú ert alltaf að fara að vinna 2 hjörtu. Já, já. Þannig að þeir eru að fá hérna 7 impa tilbaka. Þannig að ekki rétt hjá mig hvort sem ég fá 8 eða 9 slagi, það eru 7 impar. Það er staðan 34-11, það er 23. Það er hægt að skora 24 í spili. Það er Já, ég var að fara yfir á hitborðið. Hann spilið á hinum borðinu. Þetta er ekki mjög spennandi. Nei, hjartaði 3-3. Hann er að fara. Það er að fara standað alltaf, minnstu kosti. Já, 2 grönd. Það virkar sem einhver hindrun í einhverjum lit eða eitthvað. Það er eitthvað hindrun í lálit eða eitthvað líka. Já. 4 spaðar. 4 spaðinni á Birki. Já, hvað gerir nú Stefán hérna núna? Þannig að hann getur sínt töfrabröð að hann væri ekki hérna svona mikið undir. En það mun nú reyna að standa 6 tíklar.
ekki alveg líklegt að hann skjóti bara á það. Einhvers þar á hann makka punta, þó hann er lélegt með lálit. Ekki á eitthvað höggspil í spaða hjarta. Ertu vissum að 2 grönd sé 1 lálitur? Ekki bara hindrun í einhverjum lit? Einhverjum lit. Nei, það greinilegt. Já, hann sagði 5 lauf. Já, virðist vera eins og það sé leitandi. 5 spaðar. Austur lítur að passa bara, hann hefur ekkert þetta aðtóa. Já, en ég freist að náttúrulega þetta er vantilega léleg hindrun í, hann er ekkert endilega, hjarta ásinn er ekkert vitað um hann auðvitað. Gátt átt kongdrottningu, það gátt að vera beint 2 taparar, en hann reynir þetta samt. 6 lauf. Stíklar. Já. Hann stendur þetta. Já. Hann er að henda... Leifi Birki honum að spila þetta? Hann er að henda 2 hjörtum hann í laufið, fellingu tímans. Gefur bara 1 á spaða. Já, við sjáum það að núna liggur laufið 4-3. Þarna var spili sem ég var búin að tala um. Já, að myndi taka þess á síðasta spil. Að Stefán myndi taka þetta á síðasta spili. Já, en það var bara... Hinn er búin að skora á mikið. Það var bara búið aðeins að sjúska á mikið áður, sko. Búið að skora á mikið. Þannig að þetta er svona móral, viktori hjá mér, að fara heim allavega í kvöld, sko. Hann hugsa svo, ég segi 5 lauf, þeir fara pottit í 5 og ég ætla að lauma mér í 6 og þeir fá það doblað, sko. Hann hefur verið að hugsa það, sko. Þetta er ekki spennandi spil, hann bara tekur Trump einu sinni og fríjar 5. laufið og hendir 2 hjörtum og allt er gott. Við erum að skoða hvað þeir að gera hinum einn. Það verður spennandi að sjá hvort þeir ná sama samning, en þetta væri nú... Miður er leikurinn tapaður. Það er ennþá að spila 13. Já. Já. Og hann er náttúrulega ekki búinn að sjá að það liggi svona svakalega vel fyrir hann. En hvernig finnst þér þess að keppni hafa tekist hjá okkur? Við höfum aldrei gert eitthvað svona áður. Við höfum svona brits í beina útsýningu. Já, bara tekist mjög vel, sko. Já. Það mælst vel heima fyrir og... Já, við reiknum bara með þetta og við höldum bara ótröð áfram eftir áramót. Eftir áramót? Já, er það ekki bara? Jú. Það með hvaða snið það verður, það svona, eftir að finna út úr því. Já, við skoðum það einhvern tíma, hvort við höfum aftur 8 sveitir eða bætum við eða eitthvað. Já. En já, það myndi allavega aldrei vera fyrir en eftir áramót, þannig að... Já. Ég er búin að mjög gaman að þessu og þetta er mjög skemmtileg spil komið og... Já. Það er bæðið búið að gana að spila leikina og heima að horfa á ykkur hérna og svo vera hérna svona að lýsa og hjálpa til með það. Einmitt. Það er allt bara mjög gaman. Já. Þetta er svona... Það hefði ef staðan hefði kannski verið 27-20 eða eitthvað svoleiðis, þá hefði þetta verið rosalega spenna núna hvert þið fara í Íslandmuna, sko. Já, synd að hafa ekki verið hreint útslitaspil, sko. Já, ef að 7 tíklarnir höfðu staðið. Já, 7 tíklarnir. Þá hefði leikurinn verið jafntefli núna. Það hefði akkurat verið málið. Já. Og svo rosalega stórt sving, sko. Þeir fengu, 11 staðið fyrir 10. Það hefði verið grannt að vinna, sko. Algjörlega, þá voru þeir yfir. Já. Og með slemmu inn í síðasta. Þannig að Info er eiginlega að vinna á þessu spili, þessu 3 grönd og 7 tíklaspil. Það er eiginlega að segja það, sko. Þessi úrslitaspilið. Já. Og þetta eru svona, sem köllum við köllum þetta sko svona 2-faldsving. Já, þegar það... Út annarkvort að græða eða tapa stórt á spilinu, sko. Eftir hvernig spilið liggur. Yfir 20 impa sving. Já. Bara einhver... Einlega, sko. Einlega, sko, til að frá. Maður getur verið alveg rosalega óheppinn þegar maður er að spila stundum. Eins og Gunnar og Guðmundur voru í þessu spili, sko. Eins og Kervera var, sko, þá var þetta mjög vel meldað og flottu samningur, sko. Já, nákvæmlega. Skulum við sjá hvort þeim tekst að jafna þetta.
Já, það er 34-11 mitt fyrir síðasta spilið. Það er ómikið. Það er allt of mikið, já. En já, sjáum hvernig þetta meldast. Mattías opnar náttúrulega bara á 3 tíklum Opnar 3 tíklum. og Gunnar kemur inn á 4 spöðum Já, og Bjarni segir 5 tíkla. já, heldur hann, Og 5 spar, pass, 6 tíkla. Ég held að Bjarni fari þá leiðina. Hann segir aldrei, ég held hann stökk ekki í 6. Nei. eða eitthvað. Ég held hann búist við því að norði muni melda. Melda bara 3, sko. Þannig. Já. Þannig að þið kannski vilja sterkara fyrir 4 spöðum. Ég er nú ekki viss alveg. Það er oft svo erfitt fyrir makkar að melda með ásinn annan í spaða og eitthvað eða 2 hunda og einhver spil. Þannig Nú kannski segir hann bara 4 grönd, spyr bara um Ása. Akkur ekki að spyrja bara um Ása hér? Ef makkar á 1 Ás, þá ferði í slemmu. Já, akkur ekki. Ha? 4 grönd. Já. Já. Akkur ekki bara spyrja um Ása? Tjekk hvort að makkar eigi og það er mjög líkri til þess að. Já, kom doppla á 5 tíkla. Doppl. Sóknarspil. Já, já, já. Og nú koma 5 spaðar og 6 Nei, tíklar. Pass. Já. Nú hlær Bjarni. En hann er samt ekki að græða þessu spili. Græða Já, ekki ég er svona. Hvað finnst þér um slemmurnar hjá Info í þessum leik? Þetta eru 3 spil og ég eiginlega bara er orðlaus, sko. Mér finnst þetta alltaf svona. Já, Var hann þetta- ákveði það að makkar eigi ekki neitt. Var þetta ekki tilvalið spil að spyrja bara um Ása við 3 Já. spöðum? Mér finnst það. Og ef þú færið hérna engan, þá stoppar við 5 Já. og En þetta er lokið og þeir fá 650 kall, eða ekki rétt hjá mig munað, 5 tíkla doplaði með einum yfirslag. jú, það er 5,50 slettaði, Já, 6,50 650 á móti 9,20. Það eru 650 á móti 9,20 eða ekki 270 ekki 7 par. sjöðumbar. Þannig að leikunn er enda 34-18. Og það var eins og við sögðum áðan, þetta spil þarna áðan, þetta réði Það er úrslitum leiks. Já. 7 tíkla 1 án. það var ekki þetta spil sem það hefði verið skemmtilegt ef þetta hefði verið að úrslitum. Já, en við óskum og Info til hamingju, þeir áttu nú þetta kannski skilið, sko, en þeir voru dálítið farsalir. Þeir voru fassarir í þessu leik, sko. Já, mjög farsalir í þessum leik. Og það er nú ekkert að, Glæmit í þessu spili þarna Já. þegar þeir fóru í 7 tíkla. já, og það er nú svo sem ekkert að því að vera heppin annars slagið, Nei, partur af þessu. akkurat. En þetta er búið að vera alveg, sko, svakalega gaman. Þetta var rosa gaman. Og við fengum að sjá hérna 2 bestu sveitir landsins, svona síðust ár, þó að Grant sé komin í aðra deild, þá hefur hún nú verið Já, svona það er svona verið nokkuð Svona- stabíl svona í. stabil undanfærin ár Já, já. og sýndu nú smá takta hér, en svona, þetta fjall ekki alveg með þeim. Ég ætla ekki með þeim í kvöld, sko. Þetta Og- hefði geta Og við óskum Info til hamingju með enn eitt sigurinn, Já, þeir vinna þetta er náttúrulega bara öll mót. veluna greipinir hérna. Þeir, Svo stórkostlegu verðinagripir hérna. já, Já. Já, svo er náttúrulega bara áður við kveðjum, sko. Ef við ekki bara að minna á svona hvað er framundan fyrir jól. já, það er önnudeldin eftir rúma viku. Það er rétt, það er önnur deildin eftir rúma Og viku. er svo ekki paramót í byrjun desember og Butler tvímenningur Á eftir því, það er sko. jólamót þarna Svo og, eru 2 jólamót, 1 í Hafnarfirði og 1 í já, Reykjavík. og Akureyri held ég og Akureyri, þeir eru allt, sko. flugeldamótið á Akureyri, það er nú frægt. Já, það eru skemmtilega þessi jólamót, sko. Það er stutt í jóla, það er Hvetja bara ískyggilega stutt. Hvetja bara alla skrási í þessi mót Öll mótin bara, og brittsáttíð og bara skella sér í þetta allt saman. bara að æfa sig. Og við sjáum sinna bara vonandi með sem sagt, nýjan legg eftir áramót, þá Já. bara byrjuðu aftur. Og sko með info til hamingju með Já, sigurinn. glæsilegt hjá Það þeim. er vel gert. Þeir unnu bæði undankeppnina og úrslitin. Já. Og við bara þökkum fyrir okkur og takk fyrir okkur. Takk í kvöld.